Já, FM 95 blöð með ykkur á þessum 5. degi. Hann mættu til mín, hann Hjöppi K.A. motherfucker og í miklu stuði. Það reyndar vildur meina að vera að sofna yfir þessu lagi en... Þetta var umulegt lag. Nei, þetta ágætis lag. Þetta fínt lag, en þetta svona lag sem maður bara vill keyra heim og fara að leggja sig þegar maður hlustar á sko. Já, nákvæmlega. Það eru náttúrulega nokkur á leiðinni heim og vinnur núna bara svona vel chillaðar á því bílum. Það ekkert allir með 5 í fötu á leiðin á eldhúspartí, sko. Já, ef það eitthvað vit í mönnum, þá voru menn á leiðinni í það. Þetta nú ansi metnaðarfullt eldhúspartí. Já, þetta reyndar, það dúndurpartí í kvöld. Við erum með Múkisson og svo Dikta og MC Gauti. Já, og svo einhver Það bara ég, MC. Já, en svo einhver hvað rappar áttu líka, eitthvað svona óvæntu gest? Ímó, hver það? Þetta bara snillingur sko. Ok, ég fíla það, ég hlakka til að sjá hann líka. Þannig að það fyrsta eldhúspartí í kvöld og það aldrei að viðtala að við Hjöppi gefum flöskuborð hér á eftir 5 í fötu og allt að gerast. Það stórskemmtileg þáttur í okkur Hjöppa í dag. Við erum með mjög þétt setin þátt. Mjög þétt setin. Já. Karl Benson, kóngurinn mætir hérna. Já, hann verður fyrsti gesturinn okkar í samkynnið á horninu, eða svona samkynniði gestur vikunar. Já, sem sagt við ætlum aðeins að skiknast inn í þann heim. Já, það er það sem að við erum ekki nú vel inn í honum, það sem að við erum að þekkjum enga. Nei, nákvæmlega, líka alveg komin tíma að fá eitt svoleiðis viðtal í útvarpi fordóma laust. Það er allir sem að tala við fólk sem samkynnið. En þú veist að þegar einhver byrjar að segja, herru, ég hef nú enga, sko, ég hef ekkert á móti homum, en þá veistu að þeir eru bullandi, sko, báðar. Ákvæmlega. Það er ekki leið og þeir þurfa að koma eitthvað svona formála á spurningunni. Já, líka Kalli, hann veit alveg hvað hann hefur okkur, sko. Já, tokkur. Þvílíkur fagmaður. Það eru fleiri á leiðinni talandi þvílíka fagmenn því að gasmaðurinn sem að hefur, ekki látið mikið á sig bera upp á síðkasti. Nei, frægasti maður Íslands árið 2008. Eini maður sem ég hef séð setja Egil Gils í skugga. Sem að þegar að Messages Club var í gangi þá vildu krakkarnir bara tala við Gasman og Gilsarinn var bara að róta á meðan. Ég veit, enda sást Gils ekki á meðan að Gasmaðurinn var á sviðinu. Nei, nákvæmlega. Það sást ekki annar. Hann var frægasti maður Íslands árið 2008. Ég hef aldrei séð annað eins bara svona buss í kringum einn mann. Já, bara athygli og geðsýki. Og hann einmitt í liðnum okkar, hvar eru þau nú? Og hann ætlar að koma inn í spjall á eftir og það verður skemmtilegt. Það eru fleiri, það er ekki fleiri sem koma í spjall til okkar en við verðum með skemmtilegt viðtal við Ara Eldjátt líka. Já, Erpur Eyvindarsson, formaður ungra sjálfstæðismanna verður á línunni. Já, á landsfundinu sem eru melkina. Já, og svo ætlum við að tala um Pape Mamadou Faye sem eiginlega svona... Pape Mamadou Faye, hvað heitir hann? Pape Mamadou Faye. Pape Mamadou Faye? Já. Pape Mamadou Faye, já, ok. Hann sem sagt strákur sem fæddur í Senegal en býr hérna á Íslandi og hann svona þekktast í þildökki svarti fótboltamaður á Íslandi og sem sagt nú hefur Luis Suárez leikmaður Liverpool verið kærður fyrir kynþáttaníð gagnvart Patrice Evra, það er ekkert búið að dæmi í því. Nei. En við ætlum svona aðeins að fá leikmann til að segja okkur hvernig þetta er hérna á Íslandi. Eru miklu fordómar og annað, það er bara ákvæmst. Annað slíkt, já. En það er annars bara nóg að vera, það er bara nóg að þetta tala um bara fréttirnar, náttúrulega þú ert komin í úlpuna sem þýðir að koma vetur. Já, það er voðalegt sem þú getur rakkan þessu úlpu. Þú ert hálft ár í sömu úlpunni. Ég er ekkert í hálft ár í henni. Enda fékkstu nafnið Úlpan síðasta vetur. Ég hef aldrei vitað um einn mann sem það er einn maður kallað með Úlpan og það er þú. Þú ert reyndar, þú mátt eiga það, þú ert svona svissa jökkum. Ég er að mixa þessu alltaf. Já, þú hikar ekki við að hoppa bara í leðri þó að þessi tveggjast eða frost. Nei. Stelpunar hata ekkert gallin í leðrinu. Nei, með leðri skal land byggja. Já, það er rétt, þannig að það er spík feitu þáttur hérna hjá okkur Hjörvar. Ertu með eitthvað óskalag svona í byrjun til að kickstarta þessu? Nei. Hvað er næsta lag? Þeir greinilega vissu hvað þú vilt því að þeir eru með We Found Love með Rihanna. Það er mjög gott lag. Já, hefur einhvern veginn lent í því að finna ást á vitlausum stað, Hjörvar? Já. Þessum orðum fáum við fyrsta lagdagsins. Endar þetta á svona nettu teknói. Þetta ekki eftir, hún fyrir upp svona... Er þetta ekki Calvin Harris að það með henni? Ég held það er mitt. Jú, það passar, Calvin Harris er með henni. Túra saman núna, hún er í svona láttúr sínum og klára hann í London núna í næsta mánuði. Já, hún var púið í London, vissur það? Hún lét bíða eftir sér í klukkutíma, sko. Ég meina, er það ekki góð lagi? Jú, ég meina, þú heitir í Hanna og lætur þig bíða hans eftir þér. Það er bara hannig. Já. Herru, þú varst með eitthvað fréttir af kanadísku miðli hérna áður við fáum Kalla Benton í heimsókn. Kóngurinn kemur í heimsókn. Já. Herru, það er þetta bölvaða Facebook-vesen. Já. Sem er alltaf að eyðileggja allt verið stöð. Ég finnst alltaf gaman að fjalla Facebook. Það vita einhvern veginn allir hvað maður er að tala. Það tengja allir við það einhvern veginn. Herru, vandamál er það að sambönd eru að enda mikið á Facebook þar sem að mennir að skilja eftir sig einhverju vitleysu þar eða eitthvað viðbjóð. Já. Nema núna þá einangrast ekki við krakka frá 15 ára til 30 ára eða eitthvað slíkt.
Já, varst meina við sem krakkar ennþá? Nei, ja, við erum hálfgerði krakkar, sko. 30s is the new 20s. Það hárrétt, það er bara þannig, það vita það allir. Og og 40s is the new 30s, eins og Pitbull segir, og ef Pitbull segir það, þá er það rétt. Já, Pitbull veit hvað hann að segja. Já, en fólk bara á aldrinum, sko, 45 til 60 ára. Já. Segir þarna, við tölum sálfræðing sem segir frá því að fólk á þessum aldri sé að skilja. Út af Facebook? Já, það var viðtal einhvern mann sem átti konu sem var heima og var að poti í einhverja kalla og sá á einhverjum skilabóðum hvað var í gangi, sko, þá þetta verið í gangi bara lengi, sko. Já, þetta poke-system náttúrulega eitt að steiktast af öllu inn á Facebook, sko. Hvað færðu út af því að poke eitthvað? Tala ekki með þú ert í sambandi. Nei, ég er að segja það. Og sjá allt í Hjörvar Hafliðason has poked you. Já, þú þekki það nú reyndar að ég bókað þig nokkur sinnum. En en þetta er nefnilega vandamáli, sko, að gamli getur, það er alltaf að ég tala um það í útvarpinu, foreldrar þínir, þau skildu á sínum tíma og þú ræður oft ef þú ert búin að drekka aðeins. Þá hef ég stundum tekið aðeins það var þetta ekki út af Facebook. Nei, ég er að segja það. Ímynda hversu svekkjandi þetta er að vera kannski 10 ára krakki og pappin kemur síðan 4. desember, heyrðu, hérna ég er að fara út, sem sagt mamma henni er búin að vera að halda hérna við Pepe Jumbo, hérna skiptinema frá Senegal. Og ég fann hérna slóðin eftir hann á Facebook og hér getur þú séð message sem fóru þeirra á milli ekki bara væri það sorglegt, það sem væri líka leiðilegt, segjum til dæmis að mamma og pabbi þau skilja hann á sínum tíma og ég ætla ekki að fara að ræða það hér, tala ekki þegar ég fara með kaffi í bolla og sko, ef að þau myndi skilja, svo var ég náttúrulega pabbi vinur minn á Facebook og ég var að sjá hann einhverjum, þú veist, 50 píum að maður verið að hugsa með sér, býtu, er þetta my next mom, eða, þú veist, ef þú væri 13 ára, veist, er þetta næsta mamma mín þetta pabbi, þú veist, ákveður varst að adda Ingibjörg og Sjólrúnu, þú veist. Já, og svo getur þú verið svona útrúlega sár og verið svona læka læka alltaf þegar pabbi var að adda einhverjum nýri skvísu, þá myndi ég læka flottur kallinn. En hérna, þetta er nefnilega svolítið sorglegt að þetta, menn sé ekki alveg að höndla þarna frelsið þarna inni. Nei, ég veit, ég var einmitt með hérna frétt hérna í síðustu viku, einmitt í sama þættu það að þetta væri aðal ástæðan fyrir að fólk væri að hætta saman í dag. Það væri Facebook, í gamla daga var það bokkan, fólk var að hætta saman út af drykkju og öðru, en nú er Facebook búin að taka fram úr áfengi. Þú veist bara hvernig þetta er og núna er maður alltaf að heyra fleiri og fleiri gæðar sem megin sem eru á Facebook. Nei, ég veit það, maður. Fullorðnir gæðar bara, heyrðu, þú ferð ekki vera lengur á Facebook. Við eigum nú eitt sameiginlegan vin sem má ekki vera á Facebook lengur. Við höfum fleiri vinir sem má ekki vera þarna. Það er, þú veist, þetta er bara svona í Íslandi í dag. En í hvað stöðu ertu komin í sambandinu þegar konaðin segir við, herðu, nú hættu þú á Facebook, Hjörvar. Þetta er ekki, veist, hvað ertu bara að gera? Má ég ekki læka fréttir eða nei? Mér finnst þetta bara skemmtileg mynd af henni. En eitthvað bara svona að vera með eitthvað þannig að spjallið sé fellt niður hjá þér eða... Já, það er eitthvað góðlega, bara loka á spjallið og vera ekki að læka eitthvað hjá einhverjum öðrum og banna póktakan. Já, samt pók. Er þetta pókar eitthvað á okkar aldrei? Ég hef ekki gert það. Ég hef pókað Egil. Já, það er fallegt í það. Nú veitir ekki á nokkrum pókum. Já, ég held að sé enginn í því. En það er líka bara fólk að nota, ef þið eru með Facebook og það er samt pirrandi ef að makiðin er að, maður hefur alveg lent í því, maður spyrir hérna, hverju varst aðda þarna? Hvaða félag? Þá sérðu kannski eitthvað svona súkulega búið Sölva á Skjá 1 með eitthvað. Á hverju hann að adda þér? Sölvi, við vorum hérna saman í Salfræði og hitt hann að kaffihúsi og eitthvað bara. Hann addaði mér. Já, ég hitt hann í Völdklass og vorum eitthvað að spjalla. Ég held að þú þekkti það. Já, menn er í hættu þegar Sölvi addar kærustunni. Það er bara þannig. Herðu, nei, sérðu hver er mættur í hús. Kalli Bentsen, kóngurinn er mættur. Þannig að það styttist í það skemmtilega horn hjá okkur. Hann er að taka upp að ég er að heyra einhverja bestu þætti sem hafa sýndir að vera í íslensku sjónvarpi. Já, við ætlum að ræða það bæði þættinans og heim samkynniða mannsins, þannig að ekki fara langt, við ætlum að fá hérna Somebody That I Used To Know, svo kemur Kalli Bentsen hérna í stúdíu til okkar. Hafðu hausinn í lagi með Moosehead. Moosehead eru heitustu mótunarvörurnar á markaðnum í dag, en þær eru ætlaðar karlmönnum. Í tilefni þess að Moosehead er að koma til Íslands þá ætlum við að vera með skemmtilegan leik, þar sem vinningarnir eru flottir og öðruvísi. Findu Moosehead á Facebook, settu like á síðuna, findu út hvaða Moosehead hentar þér og þú átt möguleika á að vinna. Nike 6.0 brettagalla, heilan bíósal undir þig og vini þína til að spila tölvuleik eða horfa á kvikmynd. Fría klippingu í heilt ár og einnig áspyrðir af Moosehead mótunarvörum. Hafðu hausinn í lagi með Moosehead og FM 957. Dr. Dillon og Viking kynna Rockquiz á 50. Rockquizi byrja klukkan 21 á annarri hæð á Dillon. Frýtt skot fylgir öllum drykkjum til miðnættis. Nóa Kropp.
Ómissandi, brakandi snilld. Besta steikasalatið í bænum. Og kóríandersósan okkar á sér enga hliðstæðu. Ekki missa af nýja steikasalatinu okkar. American Style. Segðu engum frá, en nú Pop Secret án transfitu. Borða þessi skilaboð. Pop Secret, poppið í bláakossunum. Ísland Opoli. Jólaspilið í ár skemmtilegasta land í heimi. Ísland Opoli. Skemmtilegra Opoli. Komið í verslanir. Sena. Barnaamalið á heima hjá okkur. Ísbúðin, Háaleitisbraut. Becks kynnir. Skúrin á Rás 2. Live á Gaukastöng á 50-kvöldið. Framkoma Jimi Hendrix Project, Sing for Me Sandra, Lucida og Wicked Strangers. Frítt inn. Nánari upplýsingar á gaukurastöng.is. Því það skiptir ekki máli. Í kvöld á Kaffi Olivers. Ingó veðurguð og frábær tilboð á barnum. Hver vill ekki kynnast 18 eigulegum og elskulegum milljónum? Lifðu þér smá lottó. Bertoni jakkafötin komin í hús. Herra Hafnarfjörður. Túborg kynnir. Það kreppukvöld á Bar 11 í kvöld. The Dandelion Seats treður upp og það auðvitað DJ í búrinu. Bjór á 450 krónur og skot á 450 krónur. Og frítt inn eins og alltaf. Túborg og Bar 11 fyrir fólki í landinu. Stórleikur Chelsea og Liverpool á sunnudaginn. Þú kaupir áskrift núna og við opnum strax. Þú greiðir aðeins halva nóvember með desember áskrift. Skelltu þér núna inn á stöð2.is eða hringdu í síma 512 5100. Sport 2. Enski boltinn. Heineken Star Party á Kaffi Olivers næstkomandi laugardagskvöld. Ofursveitin Agent Fresco stígur á stokk. Og ískaldur grænn á flottu tilboði allt kvöldið. Allt í boði Heineken. FM 95 Blö í boði. Vantaði lán? Það alltaf opið hjá okkur. Kredía.is. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. FM 95 Blö á FM 95. Það réttar FM 95 Blö með ykkur á þessum, fimmtu degi og fyrsti gestur dagsins í dag mættur í stúdíói. Þetta kóngurinn sjálfur, Kalli Bentsen. Vertu velkominn. Já, blessaður. Hvað segir meistarinn? Bara alltaf gett svona. Ekki? Jú. Við Hjörvar erum búin að vera að veltaði fyrir okkur, sko. Við ætlum að vera með svona, maður veit ekki hvað má og hvað ekki. Astnalegt að vera með lið sem heitir samkynniði gestur dagsins? Svo alþýðuflokkurinn, ég meina, why not? Já, why not? En þá erum við ekkert bara að fara að ræða það er náttúrulega þáttarsería að koma hér og svona. Jú. En við vorum samt að velta fyrir okkur að vera bæði sem sagt að fá til okkar fólk sem þekkt í þjóðfélaginu, sem samkynnið, og sem ekki þekkt í þjóðfélaginu. En fínt kannski að ríða á vaðið með eitt svona sem þekktur. Hvað segir með þessa þætti? Ertu byrjað að skjóta þetta? Já, þetta að klárast og þetta lítur mjög vel út. Já, þetta svona breytt útlitið ekki, eins og varst með daginn, nýtt útlið. Já. Ég man eftir þegar ég sá... Í nýju ljósi heitir þetta. Í nýju ljósi. Ég man eftir þessu fyrst þegar ég þessi þætti byrjaði á Skjá einum, þá var maður svona frekar að því að mér fannst þetta Queer Eye for a Straight Guy, mér fannst ég var búin að sjá 1 átt og var ég búin að sjá alla. Það kemur Kalli þarna og þetta var gæi, ég hafði aldrei séð hann á hún gáður. Nei, en grjótharður. Þú varst algjörlega heillaður upp úr sko. Já, ég verð að viðurkenna það, ég horfði mjög ofta á þessu þætti. Og til dæmis einhver rándýr tannlæknir þarna mjög svalur sem að var að kenna fólki á hvíta tennurnar og allt þetta sko. Andskotanum myndarlegri. Ég reynda að sammála því og en þetta sló gjörsamlega í gegn. Já. Hvernig, varstu búin að ganga með þessu hugmynd lengi eða? Nei, alls ekki. Þetta byrjaði út frá litlu vídeo sem ég ætlaði að setja á netið og úr því var þetta. En það sem ég kannski mest fórhundin að vita, hvað Ísak? Ísak minn, hann bara einhvers staðar að já, ég veit ekki hvað. Þú fékkst flottasta sidekick sem til var. Vildi hann ekki fylgja þér á Stöð 2? Algjörlega. Ég held að það hafi nú kannski ekki verið neitt rætt, sko. Nei. Ég held mikið upp á hann. Já. Hann var alltaf hann í bakgrunnum. Svona þægilegt að hafa hann. Algjör snillingur, elskan. Já, og þeir eru góða vinir þó að séu ekki að vinna saman lengur? Mjög svo. Hann segir ekki mikið það, Ísak? Jú. Já, ok. Maður það svona að læðast, maður það kannski að læðast aftan á honum. Já, menn eru í því að læðast aftan á honum. Öruglega. En kannski... Ég vona það fyrir hann. En svo ég haldi á hann með intro hjá Auða á hann að
kveikjan að þessu varð, já þannig að við vorum að vinna með samkynhneigðum strákum daginn og það var svona ákveðnir fordómar sem við fórum að pæla í eins og til dæmis að vera þekktur samkynhneigður einstaklingur eins og þú ert. Þú ert ekki tónlistarmaður en það er hringt í þig og þú ert spurður Eurovision. Já. Þú veist, er það bara svona eitthvað viðurkennt áhugamál allra eða? Nei, ég held að það sé meira sko, ég hef yfirleitt alltaf fengið eitthvað sem er sko gagnvart klæðnaðan. Já. Þannig að lögin. Ertu Eurovision aðdáandi? Ég meina, myndi ég segja. Já. Ég vona að ég hafi kannski náð mér út í því smá saman. Já. En samt þú finnir hvernig fólk svona steipar eins og sé bara eitthvað eitt svona ríkis áhugamál allra. Já, Eurovision. Já, en það er líka, þetta er góða punkti, við höfum rætt þetta við Hjörvar, það er þetta Eurovision, já, við þurfum að fá álið til okkur Eurovision, ringjum í einhvern samkynniðan, Kalli Benson á línunni. Það er alveg makalist. Hvernig fannst þið fötin, Kalli? En kom að spyrja, hvað er langt sem þú komst út úr skapnum? Vá, ætli hafi ekki verið 23 ára, eitthvað leys. Það eru svolítið langt því að það var. Þetta er náttúrulega eitt líka sem er með samkynniðan. Maður veit aldrei aldrun á þessu lið. Þetta er svona haff. Maður veit ekki hvort hann sé 37 ára eða 22 ára. Eina ástæðan fyrir ég hann ekki 19 ára? Í anda? Já, eina ástæðan fyrir ég veit að Páll Óskar er orðinn fertugur er svo að hann er búinn að vera í bransanum í 100 ár. Þannig að hann lítur orðinn fertugur. En ég meina, ég myndi halda að vera 27 ef ég vissi ekki betur. Já, hann lítur betur út en ég. Það er ekkert einhvern blöð með það að fletta. Hvað ertu, Kalli? Ég er orðinn 48. 48 ára í alveg? Nálætti. Jesus. Já, hvaða vörur ertu að nota, Kalli? Ég hef haldið að Kallin væri svona 74. Já. Ég hef haldið svona... 72 kannski? Nei, ég hef sagt 74. Ok. Ekki það, munar ekki 22 ár. Svo líklir maður, já, whatever. Já, en þetta er enda góða punktur. Þið lítið vel út svona, enda er það ekki bara svona í genunum hjá ykkur að passa vel upp á húðina og... Jó, ég hugsa það. Já. Menn eru að nota vörur og svona. Já, menn eru að nota vörur. En hvernig er það þegar kannski, segjum að Öddi myndi koma út úr skápnum? Já. Það er heiftarlega vinsæll. Já, er það ekki? Er það ekki þannig að þegar einhver gæði kemur, þá bara fyllist, þú veist, það er náttúrulega kannski... Þá koma mælarnir allir upp, sko. Já, ekki? Já, jú. En myndið þú finna ef ég væri samkynniður? Já, ég var ekki lengi það. Ok, og farðu einhvað svo les væp bara mér? Já, smá. Ok, það er eitthvað sem ég veit ekki. Já, þegar einhver svona einstaklega kemur út, þá náttúrulega væntanlega að vera eftirspurn í einhverja því að það er ekki svo margir hérna á landinu. Nei, alls ekki. Og hvernig er það? Ég get eiginlega ekki, ég eiginlega er í vinnunni og síðan er ég á leiðinni heim til mín, þannig að ég er volítið kannski svona út á við, eins og maður segir. Já, ég skilji. En ertu á lausu, Kalli? Já, ég er á lausu. En maður svo kannski ekki held að eftir ég ákvað að koma til Íslands aftur, þá pluggar þetta bara algjörlega, hvað maður segja, þú ert bara ekkert virkur í því, því að ég held að skal ég segja ykkur úrvalið. Það er ekkert kannski mikið. En þú varst í Bretland á hann og kemur til Íslands. Hvað varst að gera þar? Ég var að meika maður. En hvað, þú varst að gera það sem þú átt að gera þetta. Þú ert náttúrulega besti snirtifræðingur, hárgreiðslumaður og svona, hvað maður að segja, stílisti á landinu. Ég var að vinna sem sagt freelance. Þá vinnur með sem sagt þá vinnur bara eiginlega bara út allt. Og þú ert í myndatökum og alls konar atriðum. Harður heimur? Mjög harður. Hvaða svona frægum varstu með? Var ég með? Manstu með? Manstu með maður. Bara öllum öllu aðaliðinu. Beckham? Nei, það vissi ekki. Hann var kannski ekkert rosalega mikið aðal. Þau voru svona til hliðar kannski. Ok, kóttum eitthvað aðal, kóttum eitthvað númer. Kóttum eitthvað spaða sem voru unni með. Helena Kristjansen. Ok, danska dýnumyndið. Já, bara allar þessar pýr. Þetta voru náttúrulega vorum út allt. Naomi Campbell. Já. Hún er mjög gröðið, ekki? Ég get ekki svarað því, en hún er mjög flott allavega. Já, það er samt sko, þetta er pínu ósanngjarnt að maður sem hefur ekki áhuga á slíku skulle vera að vinna með öllum þessum stúlkum. Já, og maður kann líka ímynda sér að það væri margur myndalegu maður, en svo var nú eiginlega ekki, sko. Nei, en er svona í mótelbransanum, eru karlmótel oftar samkynnið en gagkynnið? Nei, alls ekki. Nei, þetta eru gagkynniði menn? Já, þetta eru flottir menn. Já. Herði, já, þá eru þau svona aðeins búin að skiknast inn í þennan heim. En aðeins þessum þáttum sem er að fara að byrja núna í janúar og þetta er eitthvað sem ég veit að
að fólk býður þetta í nýju ljósi. Í nýju ljósi. Þú ert búin að djúsa þetta svolítið. Ok, þú ertu núna að taka kannski, hvað var að segja, þétta konu og ertu að, segja henni í hverju hún á að vera eða ertu, hvað ertu að vera að gera þarna? Yngsta konan er 23 ára og elsta er 63 ára. Ok. Og það lítar náttúrulega bara eins og flestar konur lít út. Alls konar. Já. Og ég semst að lofa þeim að upplifa sig í nýju ljósi. Já, var ekkert mál að fá fólk í þetta? Nei, það voru fleiri hundru sem að komu. Hversu þakklátt er fólk, er það ekki gríðarlega þakklátt þegar þú bara bætir í fattaskópinu, hendur í og kennir í hvernig þú klæðir þessu? Jú, mjög svo. Gætur þú gert eitthvað fyrir Hjöppa? Myndur þú taka þér eitthvað svona? Nei, það sé bara nokkuð flottur eins og hann er, sko. Ég heldur mitt ekkert breyta hann, sko. Nei, gott að heyra. Nei, en verður þetta bara konur sem hún tekur í gegn? Núna, já. Já, ok. Og er eitthvað svona, þú veist, maður satt þarna heima og ég veit ekki út á hverju, en ég var svona orðin oft spenntur fyrir endanum þegar hún mætir í lokin. Stórkostlegt að Sigurjón Kjartansson var þarna. Þú mátt, hvað maður að segja, þú mátt undirbúa þig vel. Nú er maður fann að rífa úr þeim og allt, sko. Þannig að það er ýmislegt nýtt. Nú er það oft svona í svona þáttum einhver svona frægðardýrkun að vera alltaf með einhvern semi-celebrity í þessu. Er þetta bara fólk sem hún er í af götunni? Já, þetta er bara óskuvenjulegar, yndislegar. Ok, ég hlakka til, þetta byrjar í janúar. Já, og við þurfum að fá þig í spjallinn aftur í janúar. Já, ég verður að plugga þetta því að þetta eru drullu skemmtilega þættir. Það er nefnilega málið, maður hafði nú ekki trú á sig þegar maður... Þú ert mikill áhugaður maður um þetta. Já, ég verð að viðurkenna, ég hafði einhver indveri sem er svona þætti á BBC og Kalli pakkar hún saman. Og það er ekki oft sem að Íslands sjónvarpsfólk. Það er bara þannig. Þannig að stay tuned í janúar. Kalli, sannur heiður að fá þig. Takk æðislega fyrir komuna og þetta lag er spilað fyrir Kalla. Guð bless ykkur. Strength I can't ignore, made me beg for more. Climbing up the walls, banging down the doors, knowing that you hear my scream. Þetta er Delilah með lagið Go, Kalli Bentsen, kóngurinn farinn úr húsinu. Það var gaman að hitta hann. Já, gaman að hitta hann og gaman að sjá líka eftir að hann lapp út og sýndi mér hann síman sinn. Já. Auðvitað var hann með Apple. Já, það er allir samkynniðið með Apple. Hann sýndi okkur líka skemmtilega myndir sem að verða á þættinum. Viltu meina Þetta er satt. Að hvað, Apple sé að gay sími eða? Já, ég meina, nei, það eru allir, að geta aðri símaframleiðendur geta gleymt í að komast nálægt samkynniðum. Já. Þeir eiga bara þennan marka. Apple er bara official gay-merkið, sko. En heyrðu líka þegar að búið að slökka mikrofónunum, við vorum aðeins að ræða við hann. Spáðu hvað maður geti lært af svona manni þegar kemur að konum. Lært? Já, ef maður myndi hanga með honum aðeins og hann geti kent manni, ímislegt. Já, ég meina, við sáum bara þegar hann labbaði inn og mætti konum og fór að peppa þér eitthvað, ég glæsileg, þú fann alltaf eitthvað sem leit vel út af þeim og svona. Já, maður á að taka þetta svolítið. Já, þetta er þvílíkur fagmaður og en það var gaman að sjá þetta, hans getið verið með Apple síma. Já, þetta er nýjan múið mitt núna, alltaf þegar ég hitti ykkur og svona, þá ætla ég að segja, mikið rosalegt að falla í kápasöfundi. Ná, takk fyrir það maður, já, hvað er að frétta? Maður á að nýta sér þetta. Vá, varstu að gera eitthvað að háraður? Já. Geggjað. Æðislegt að það er harrið. Það er líka annað sem að ég gleymdi að ræða við Kalla. Ég stundum hugsa á þetta, ef maður væri samkynhneigður og vinur manns væri samkynhneigður líka, spáði til dæmis eins og kallmenn eru mjög graðir á eðlisfari, spáði hvað getur verið þægilegt. Ef ég og þú værum báðir gay, þá get ég bara sagt við, herru, Hjörvar, tökum 2 lög í röð hérna, hvað aðeins með mér. Klárum þetta aðeins hérna milli. Ég verða aðeins að... En þeir eru ekki svona miklu dónakallar. Nei, ég veit að þetta er bara ég og mína svora hugsanir. Já, en það sem, þú veist, ég vorum að tala um að hann geti lyft konum, hann lyfti mér upp, þú spurði hvort hann geti eitthvað breytt mér og þú sagði nei. Já, ég sá bara glamp í augum á þér. Enda, segir þú ert skælbrósandi. Herðu, fáum smá 50 cent. She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it, for she know where I'm all on it. But I won't put out this on blue. Work it like put it down on me, segir 50 Cent og hann er að tala um reikningin á barnum og talandi reikningabar, þá erum við að spája að gefa einhverjum heppnum hlustendum miða inn á Eldhúsparty FM 957. Hvernig líst það að það? Það er glerast, þetta er náttúrulega mjög metnavöld dæmi náttúrulega.
MC Gauti, Múkisson og hvað dikta. Já. Þetta er hrikalega flott line-up. Ég held alltaf að þetta væri svona flott, sko. Nei, það eru topp tónlistarættir hérna í kvöld og við ætlum að nú gefa Askalis ykkur miða inn á það. Nú erum að gera hringi 511-0957. Það styttist líka í dagskráliðin Hvar eru þau nú? Þar sem að Gasman kemur hérna í spjall til okkar. Svo er viðtal við RB Eyvinda og fleiri. Þannig að það er nóg framöndan í okkur strákunum. Við ætlum að opna fyrir síman. Sjá, þá er þetta svona. Ég er að verða helviti bróð hérna. Gleymir alltaf besta dótinu. FM 95 blöð. Já, blessaður. Blessaður. Er þetta ekki tressar við þetta? Jú, ég bara byrja að vera í prófin. Það er svona þungur á því, sko. Já, ok, og hvað, bara skella sér á eldhúspartí, svona réttur í próf? Það er svona síðasti séns. Já, þú gerir það alltaf, þú spólar vel í þig svona áður og þú sest við bækurnar. Já, það er ósniðið, það ekki. Þú passar upp á það að vera svona, fara svona hálf þunnur í lesturinn. Nákvæmlega, sko. Ég lærði alltaf best þunnur. Það er einhvern veginn þá maður svo lítill í sér og maður man allt. Maður má engin hringi mann hvort þeirra þegar maður líður svo illa og það er að gera að læra bara þunnur. Ég pröfa það. Hvað en þú ert mikill drikkjumæður, eða ekki? Ég stundar það alveg ágætlega, sko. Já, hvað ertu helst að drekka? Ginblöndur, rom, eða ertu meir í bjórnum? Sko. Bakkast í ras kannski? Nei. En bara brennivinn? Morgan, sko. Já, Captain Morgan, já. Captain í Sprite eða kók? Kók. Já. Þú svo týpa. Já, grjótarður. Herðu, við erum bara, hvað er þið margir félagarnir sem er að fara í kvöld? Ertu bara einn eða? Nei, ég er bara ekki búinn að plana það, sko. Nei, ok, þú ertu bara að reyna að vinna fyrir mannskapinn? Jú. Líku toppmaður, það þarf alltaf eitt svona í hvern vinahóp. Já. Eitthvað sem er að gera þetta fyrir alla hérna. Þetta er nákvæmlega sem ég myndi gera. Ég vinna svona eitthvað borð og hringja svo í strákar, herðu strákar, ég er með hérna fyrir okkur á hlustandavelunin, við erum að kíkja, eldhúspartí. Nákvæmlega. Herðu, ok, hvað áttu svona marga vinni sem þú vilja bjóða með þér? Hvað er í boði? Hvað má ég gefa honum? Fyrir þetta getur verið 4? Já, það er svo sem fínt. Það er ekki flott, hvað heitirðu? Ég heiti Adam. Adam? Já. Maður næstu búin að segja lélega brandara þarna. Já, ég var alveg við að líka taka það. Já, og... Ekki svo fyrsti. Nei, hvers svona ertu? Það er Bauer. Bauer? Herðu, þá verður maður að taka maður. Það sælar, Adam Bauer. Herðu, Bauerinn maður. Ég veit það rándýrt nafn. Hvað Í hvaða skóla ertu þetta? Hái. Ok, það er svona helviti gáfar. Það er bara eins og setja leikir. Bæði gáfar og með geðveitt nafn. Jú, ófallegur. Áttu kæristu? Nei. Hvað er nei, ég átt kæristu? Nei, það mun ekki vara lengi held ég. Þetta er ekki með þetta nafn, sko. Nei. Erðu Bauerinn, þú ert á leiðinni á eldhúspartí, það er ekki flóknara. Og aftengir einhverja sprengjur hérna fyrir okkur. Það verður allt vitlaust þarna í kvöld. Beðið hilsa Múkisson. Skilur ekki. Herðu, bæ. Þú kemur upp í 365 og sækja með hana. Ok, bæ. Mæti bara. Bauer, mæti bara. Bæ. Skeita á með hans þarna. Herðu, við að gefa einu menn, hlustanda. Má ég sjá. Það verður væntanlega bara Steingrímur eitthvað. Já, F95 blöð. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir þá? Herðu, við erum bara fínir en þú. Ég er hress, sko. Hvað heitir skvísan? Ég heiti Ósk. Ósk? Já. Þarna hefur maður getið tekið hana. Það er enda fín nafn líka. Og hvers dóttir þetta? Herðu, Ottesen. Það er ekki alveg að töffa Bauer, en já. Ottesen. Nei, Ottesen, viltu skrifa þetta rétt. Ottesen? Já. Ósk Ottesen. Erstu dönsk? Kannski, ég veit það ekki. Já, eitthvað ég hættir. Ammaðin hefur verið með einhverjum dana eða eitthvað. Það hefur dótt eitthvað gretta í önniðin að í Kaupanhöfn. En herðu, hvað er þið stelpuna margar? Herðu, við erum alveg 4, sko. Já, fíla það. Þetta er ekki myndalegur hópur? Jú, klálega. Það verður eitt strákur sem heitir Adam Bauer fyrir áhugasamar. Við getum leitað hann uppi. Ég leita hann uppi, ég hef aldrei veit það. Hvað lakkaði mest til að sjá í kvöld? Herðu, Múkisson. Já. En hvað með MC Gauta hérna? Ég veit það ekki. Því það hefur heyrt lægið hérna. Því það er komið sumar. Já. Og ekki er það leiðilegt. Hefur heyrt það? Rappkaflan í því? Alltaf fram. Já, nei, ég ætla ekki alltaf fram. Jú, þeir eru allir þínir, sko. Já, hann á afmæli í dag, við óskum hann til hamingju með afmælið. Þessi tónari á þér, Hjörvar, þetta gæti orðið til þess að við þurfum að búa til okkar eigið eldhúspartíð í þættinum. Það verður gaman að setja svona lög í nýjan búning. Rétt. Herðu, Ósk, bara góða skemmtun í kvöld og ég beði hilsa. Takk fyrir. Herðu, ok, bæ. Já, þið sem að hringdu og unnu niða á eldhúspartíð, þið mæti bara og segi til nafns, það er ekkert mikið flóknari það. Það styttist í Hemma Gunn viðtalið okkar sem er nýliður hjá okkur. Svo Pappa Dufay. Já. Mæti síðan glerharður hérna í. Pappa Dufay er að koma í spjall til okkar því við ætlum að ræða kynþáttafordóma í fótbolta. Það verður áhugavert.
Viltu vera hrókur alls fagnaðar og bjóða alltaf 10 manns í hádegisverð á La Luna Trattoria, Rauðarárstíg 37. Á hverjum 50 degi í morgunþættinum Magazine drögum við út heppinn einstakling sem fær að bjóða alltaf 10 manns upp á eldbakaða pizzuveislu í hádeginu á La Luna Trattoria. Send okkur post á magazine.fm og þú ferð í pottinn. La Luna sérhæfir sig í ekta ítalskri matargerð þar sem eldbakaðar pizzur, fjölbreytt úrval af pastaréttum og ítölsk matastemming er í hávegum höfð. Magazine á FM 957 og La Luna Trattoria. Guarda la luna, guarda le stelle, guarda tutte le cose si sono belle. La Luna Trattoria. FM 95 Blö er í boði. Þú getur sótt lán hvenær sem er. Kredia.is. Ennþá með ykkur á þessum, fimmtudegi og Hjörvar, við erum að spara að rífa upp síman. Já, við skulum heyra þessi Ara Eldjárn með Íslands snillíki. Já, það er nóg að gera á þeim. Þeir voru að koma frá Kaupmannahöfn þar sem þeir voru með einhverju uppistandssýningu og svo voru þeir að klára þessa þætti og ekki tjekka hvort sé eitthvað framöndan á kjærlinn. Tjekkum á hún, en við skulum ekki vera með eitthvað þreytt þunglindisviðtal. Við skulum taka svona Hemma Gunn viðtal, vera hressir og hlæja mikið. Já, vera bara mega hressir eftir alla spurningar. Það sem gerir Hemma að besta og sjónvarpsútvarpsmanni í sögu Íslands hann var alltaf hress og alltaf hlæjandi. Já. Og það er svo mikilvægt eins og Elsa Lund og Dengsi og þetta lið. Það var ekkert fyndið, en bara því að Hemmi var að tala við það var það skemmtilegt. Hann er ágætlega smitandi. Já, það er líka hægt að gera bara svona venjulega viðtölu skemmtileg með að vera hress og hlæja svolítið mikið. Ok, fylgtu þá ég var skelli hlæja bara eftir hverja spurningu og vera fárálega hressir. Já, við skulum samt ekkert segja Ara frá því. Hann hefur ekki hugmyndum þetta, við ætlum að vera alveg ógeðslega hressir. Já, við ætlum að taka eitt Hemma Gunn viðtal hérna félagarnir, maður sjá. Herðu, Ari Eld. Já. Ég elskar hvað þú ert alltaf undirbúin fyrir allt svona. Varstu komin í hressagýrin? Já, ég er svona þetta í hressagýrin. Góð tónlist hjá hann. Halló. Er það Ari Eldjárn? Já. Sæll og blessaður Undi hérna. Hæ. Og Hjörvar Hafliðarsson með mér hérna í FM 95 Blö. Blessaður og velkomin heim. Var ekki fínt í Köpen? Jú. Það hefur verið stórkostlegt að nútið, ekki? Jú, það var algjörlega frábært. Og hvernig fór grínið í Danina? Ég held að ekki einasti Dani hafi heyrt grínið, þetta voru bara Íslendingar. Já. En nú eru þið strákandi búin að vera fullu í tökum, eða ekki? Þið ekki að taka upp sjómannsþátt? Jú, við vorum að klára fyrir 2 vikum. Og hvernig er eins og með Dóra DNA? Er hann ekki alltaf feitur fyrir sjónvarp? Hann er alltaf 16 á móti 9 hlutföll í sjónvarpum í dag, sko. Hvað er svona frétta hjá þér jólin, Ari minn? Ekki neitt, ég ætla bara að vera rólegur. Já, bara slaka á. Þetta er svolítið góð viðtalstækni að engu og hlæg og slöðu ekki á öllu sem ég veg. Við erum bara hressi félagarnir, þannig að þú ætla bara að slappa af jólin, Ari minn. Já, Hemmi minn. Hann fattaði aðferðinu okkar. Já, ég kveikti að þessu. En þetta verður sem... Þetta er flott. Já, við köllum þetta Hemma Gunn viðtalið okkar, þar sem við spyrjum og hlæjum mikið að svörum. Já, sama því ég segja, en ég bara er að ströggla. Það er ströggla á þér. Það vonandi ekki verið sama ströggli í þáttunum. Nei, það var það nú ekki. Og hvað, og eru það kveiki í bílum og röggli í fólki? Engin hóttur. Jú, við kveiktum í bílum og fólki. Já, en hvenær fáum við að sjá loksins að þetta? Við bara einhvern tíma á næsta ári, sko. Við höfum ekki hugmyndum það, við vorum bara klára leikjum og nú erum við bara komin í góða pásu. En þetta er svona, þeir verða sýndir af guðleifir. Já. Þannig að ég get lofaði því líka, Ari minn, að fólkin í landinu okkur laka til. Það veitir ekki að smá grínefni svona hinnum vestu og bestu. Já. En það er alltaf brjálað að gera það, ekki? En þú er ennþá tíma til að vaska upp, eða ekki? Þú ert að vaska upp sjálfur, Ari. Ert að vaska upp, eða? Hvað segir þið? Ert að vaska upp sjálfur? Er ég að vaska upp sjálfur? Já. Það er ekki það mikið að gera hjá kallinum. Nei, það þýðir ekkert að vaska ekki upp sjálfur. Alltaf gaman að heyra í þér, elsku Ari minn. Sömmulegis. Og er ekki skammdegið að fara rosalega vel í þig? Jú,
Jú, ég er bara léttur, ekkert stress klukkan 6 og alltaf rætt. Taktu nú fyrir okkur smá bubba hérna í lokin, en nú að segja við okkur að þú setja að spila á Litlarhaunum jólin. Já, bölvu vitlisar þetta. Ég er að spila á Litlarhaunum jólin. Það er alltaf gaman að þessu. Það er góður þessi. Harry, takk æðislega og Guð geymi þig, farðu vel með þig, elsku drengur. Takk hella, gangið vel. Gaman að heyra þér, bæm. Já, Ari, þetta er stórkostlegt, sko. Þetta virkaði eiginlega, hann fattaði við værum eins og Hemmi. Já, hann reyndir af því að sko Ari þráttur að sko reyndir eins og allir sem eru fyndnir, þá er Ari mjög gáfaður og velgefinn náungi, þannig að hann fattar allt svona. En þetta er miklu skemmtilegri viðtalstekni heldur en. Ég fann það bara. Já. Ég skemmti mig allan tíma. Hann var skemmtilegri. Já. Og þetta er, eins og ég segi, þetta er ástæðan fyrir að Hermann Gunnarsson er besti sjónvarpsútvarpsmaðurinn. Sko, því að það er gaman hjá hann. Ég er að segja það, Hemmi, ég fæ alltaf föðutilfinningu þegar ég hitt hann. Hann er yndislegur og ég dyrka hann. Alltaf næs. Ja, alltaf bara, en það er einhver á Íslandi sem kann illa við Hermann Gunn. Nei, ég hef eins og hitt gæða sem var illa Ómar Ragnar. Hvað í alveg? Já. Hvað er það ekki með hárið? Ég man ekki út af hverju hann var að röflegur honum. Mér finnst það svona regla, þeir eru ekki illa við þá tvo og ekki Vigdísi Finnbogadóttur. Nei, nákvæmlega, sammála því. Morgun þátturinn Magasín, virkamótna klukkan 7. Hefði góðan dag. Já, góðan daginn. Hæ, viltu heyra jólalag? Já, svo fyrir hefði verið vinnur. Það er svoleiðis. Það er stemming. Ég meina, maður er hlustandi á þetta arg og garg allt árið út í kringa fyrir ekki að hlusta á jólalögin. Nákvæmlega. Þau eru svo mörg, ég veit ekki hvernig á að fara að spila þetta. Ég er eftir banana til að fá ekki seinatra. Þú vil drekka til mjólk til að geta mikið fleiri fyrir Það er snilt að fá að hanga með þessu fólki heila dag. Svo til að jafna það út, þá ákvað ég að bóka hérna að hafa döðurokstónleika á Gauknum. Að jafna út. Magasín, alla virkamótna á FM 957. Vertu byrnámsmaður og fáðu betri kjör og alls konar tilboð. Kannaðu málið á Facebook og byr.is. Rudolf er jólaborgarinn á hamborgarafabrikunni. Rudolf er reindýrakjöt af héraði blandað með aprikósum og gráðaosti með sultuðu kanil, rauðkáli og valdorfsalati að hætti húsins. Þessi reindýraborgari á sér engan líkan í heiminum og er einungis í boði fram að jólum. Þú verður að smakka hann. Hó, hó, hó! Hamborgarafabrikan. Dr. Dillon og Viking kynna Rockquiz á 50. Rockquizi byrja klukkan 21 á annari hæð á Dillon. Frýtt skot fylgir öllum drykkjum til miðnættis. Nóa Kropp, bæði með ljósu og dökku súkkulaði. Tvöföld brakandi snilld. Afmælistilboð 10.11 í nóvember. Mix á 99 krónur. Barilla Spaghetti á 129 krónur. Saltstangir á 69 krónur. Rjóma súkkulaði á 49 krónur. 10.11, opið í 20 ár. Núna er Chloe lukkulegur því nú fylgja lukkunúmer með öllum kókomjólkusexum. Þú gætir unnið PlayStation 3, leikjatölvu, iPod Nano, gjafakort í útilíf, bíómiða, Chloa-buff eða kassa af kókomjólk. Taktu þátt í jólalið Chloa og þú getur haft heppnina með þér. Þú fær kraft úr kókomjólk. Ó, já! Ekki augra viðtækinu með of framsækinni tónlist. Leyfið frekar að spila eitthvað sem að kannast við. Dekraðu við útvarpið þitt með rafmagninu frá okkur. Orkusalan. Við seljum rafmagn. Eldsmiðjan. Taktu með eða borðað á staðnum. 3 staðir, sími 562 38 38. Eldsmiðjan. Opið allan sólarhringinn í Office One skeifinni. Ég ætla að spara í ár. Office One. Fjölskyldu alias er frábært orðskýringaspil. Börn og fullorðni spila saman, svo Fjölskyldu alias saminar fjölskylduna. Fjölskyldu alias fær fjölskylduna til að tala saman. Fjölskyldu alias fæst í verslunum Samkaupa. Því það skiptir ekki máli. Í kvöld á Kaffi Oliver. Ingó Veðurguð og frábær tilboð á barnum. Bertóni jakkafötin eru komin í hús. Herra Hafnarfjörður. Heineken Star Party á Kaffi Olivers næstkomandi laugardagskvöld. Ofursveitin Agent Fresco stígur á stokk. Og ískaldur grænn á flottu tilboði allt kvöldið. Allt í boði Heineken. Outfitters Nation FIFA mót fyrir alla á föstudaginn frá klukkan 4. Komdu og skráðu þig.
Flottir vinningar í boði. Outfitters Nation kringlunni. Simpson í kvöld. Stuð og stemning með Eyþór Inga úr bandinu hans Bubba og Óla Bassafandi. Túborg og Simpson. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Florence and the Machine, það ekki margar stelpur þarna úti sem að fíla ekki þessa hljómsveit. Þetta svona einn vinsælasta hljómsveitin, já. Hvað, séð þið eitthvað lesubandið? Nei, bara svona, stelpur trublast alltaf þegar þessi hljómsveitin spiluð. Bara að tjekka. Já, mjög vinsæl, en það komið að dagskráliðnum, hvar eru þið nú? Það komið til okkar góður vinur og strákur sem að, já, Hjöraveldi meina að verið frægasti Íslendingur 2008. Algjörlega, ég hef aldrei séð jafn mikið history yfir einu manni og þetta er að sjálfsögðu Gasman, Garðar Ómarsson, velkomin Gasman. Já, takk fyrir að fá mig. Þú ert í skuggalegu standi núna, það fer ekkert á milli mála og þú ert að fara að keppi ykkur. Já, ég er að fara að keppi í Vaxtarækt næstu helgi. Já, það svona eins og það hefur verið að... Ég semst bara á laugardaginn, ekki? Jú, á laugardaginn, Háskóla Bíó. Háskóla Bíó. Og það er svolítið magnað að það er fullt af fólki að keppa, en ástæðan fyrir allir að kaupa miða, það er að þú ert að byrja aftur. Já, það er alveg, það vil ég allir sjá sjóið mitt. Já. Það er bara að bíða allir eftir því. Gasman. En þú ert núna, þetta er náttúrulega væntanlega ekki þinn náttúrulegi litur, það er svona eins og að vera að velta þér upp úr kakómalti, þarftu að fá þennan lit snemma fyrir mótið? Ég nú bara hef verið að reyna að undirbúa þetta undanfæri að fá smá lit, því mér langar alltaf að líta út eins og Balotelli, hann er svo svolítið uppáldi hjá mér núna. Já, þá áttu nokkra ljósa tíma eftir, en þú ert að ná honum, ég veit ekki. Já, þetta er að kemur allt. Já. En nú ertu náttúrulega vinsælasti bodybuilder á Íslandi og kannski svona ástæðan fyrir að fólk er að mæta þarna hvað er þetta, í Háskóla Bíó á laugardaginn. Það er eitthvað 100 stelpur að fara að keppa í fitness og módulfitness. Já. Og en samt er fólk mættan til að horfa á þig. Ef ekki bara segja þessi 129 stelpur að fara að keppa og 1 karlmaður. Já, þarna, það vantar ekki sjálfströsti í gamla, ég er ánægð með hann. En þú auðvitað stóðst í gegn þegar þú varst í Eurovision og varst aðalmaðurinn í Mercedes Club. Já. Og kannski kynntir þjóðinni fyrir svona guttum eins og Series 4 og partí hans á Gils. Já. En þú var svona kannski stóra númerið í bandinu, segðu okkur aðeins frá því. Já, þetta bara, ég var náttúrulega langmassaðastur og langskornastur og bara fallegastur á sviðinu. Já, sást ekkert í hina fyrir þér? Nei, þeir byrjaði að setja mig aftast á trommunar og svo þegar fóru að taka eftir hvað ég seldi mikið, þá er ég settur þarna fremst bara. Sjálfsög, helst bara út með fólkinu. Þetta er ekkert með spaðan þarna aftast, það segir sér sjálf. Þú spilar ekki í troppinu þar. Ég þurfti ekkert að fela björgunarhringi bak við píanói, sko. Nei, en nú hefur maður lesið það í ævisögu sem ég las daginn að ástæðan fyrir að Mercedes Club splittar á sínu tíma, það er öfundsýki Gils út í þig, eða ekki? Jú, það sást mikið í Portugal. Já. Hann fekk svona athygli þegar hann kom niður á strönd og allir bara, djúvillig, þú massaður eitthvað. Svo labbaði ég hérna niður til kom aðeins og seint. Það sem ég var á æfingu. Og þá bara, þú veist, það leit enginn á hann eftir það. Nei, en hann er töluvert minn en þú. Já. En hvað ertu búin að vera að gera eitthvað solo-projekt í tónlistinni eða var þetta bara, ertu svona hljómsveitarmaður? Ég er að fara að gefa út hérna fullt af lögum bara á næstunni. Ok. Þannig að ég er að Þú gafstu þetta út lagið, Girls Only Dream About Me. Já. Það var býsna vinsælt lagið. Já, vinsælt, hann fór samt ekkert í rosalega spilur en allir sem hlustu á það. Er það Svala kannski að kenna þetta? Já, alltaf ekki. Já, ég meina, það hlýtur einhverjum að kenna. En það nú bara hlusta á þetta lag til að fatta hvað er gott. Ho, 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 we say hey, hey, hey. Eða hey, 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 we say ho, ho, ho. Það var auðvitað á sínum tímum bara langvinsæsta lagið á Íslandi og þessi ofboðslega langdregna, hún var náttúrulega allt og langdregin þessi keppni sem á olli því að varði ykkur að falli, fengu ykkur leiðinda hópa upp á móti ykkur sem ákvaða að rotta sig bak við einhverja aðra Eurovision-vara. Ertu ennþá ósáttur við að hafa ekki farið í Eurovision og unnið hana? Nei, ég meina þetta hefði verið dýrt fyrir Ísland að þurfa að halda einhverja keppni. Harpa var ekki tilbúin á það. En svo reynda líka í lokakeppninni, það mátti ekki mæma. Egill þurfti að tengja píanóið sitt og eitthvað eða ekki. Var það ekki eins að há ykkur? Já, þið verður að spyrja hann hvort að spila þetta píanó. Ég skipti mér aldrei að því. Ég er allavega með mjög góð rödd og gæti sungið þetta. Já, en ef að þjóðin myndi biðja að taka aftur þátt og kannski að bjarga henni úr Eurovision niðurlægingum undanfarin ár. Myndi þú vera tilbúin að segja við þjóðina, já, ég er til í að bjarga þessu? Já, alveg hyglu, sko. Mér finnst alltaf gaman á svona hálfgerðum hommakeppnum, Herra Ísland og svona. Ég hef verið til í að taka þátt í því líka. Já,
Þú er ekki skráðið í það? Nei, það er náttúrulega Ég ætlaði að gera það núna, en það var bara, ég heyrði það í þættinum ykkar hérna daginn, ég var búin að undirbúa mig fyrir það fyrst, sko. Já, ok. Það væri engin keppni, þannig. Já, þú heyrir allt fyrst hérna í FNF blöð, það er bara þannig. Já. En ég sá hérna daginn, þá sá ég á æfingu, þú ert að æfa mikið með kærustunni þinni. Já. Hún er orðin, töluvert massaðar en meðal maður. Já, hún er myndið að vera að keppa líka. Já, hún geti lamin. Sko, þú tókst þið henni 52 kíló, sko, eða hvað, 40 kíló? Já, hún var eitthvað 40, svona orðað þannig. Ok. Og hún er henni kannski, efnilegasti fitnesskeppandi landsins? Já, ég held það bara sé, sko, hún er langa. Hún er með stærri byssur en við, hér var það nokkuð ljóst. Ekki ég, en hérna, hún er að standa sér býsna vel og náttúrulega með frábæra þjálfara hérna heima á sér, en það er sem sagt ætlunin. Þú ætlar að vinna þetta á ekstra mót á laugardaginn og svo ætlar þú kannski að fara meir út í tónlistina. Já, ég er að koma mér form til þess bara. En saknar þess ekki að vera frægasti maður landsins? Ég hef aldrei séð svona eins og þú labbaður í kringlunni og það var alltaf svona 80 manna hópar eftir. Já, jú. Varstu orðin þreyttur á þessu gasmann? Já, allir aðteklinni og... Maður fekk eiginlega mikla aðtekli bara. Já, þú kúplaði út og fer bara til London. Já, fór smá frið. Thailand og eitthvað svona. Já, finna sjálfa þig. Já. Þú ert að koma rándýr tilbaka núna. Já. Já, ég fíla það. Glæs. Svona vil ég hafa þetta í hvar eru þau nú. Þeir eru það hér fyrst að Gasman er bæði að fara að taka þátt helgina í fitnessinu og svo ætlar hann að fara að einbytta sér aftur á tónlistinu og er alveg til að fara aftur í Eurovision. Skulum fá, eitt flottasta lag í heimi í dag, svo hér og eftir Hjörvar þá er það Papp Mamma Du Fæ. Já, og Erpur Eyvinda og fleiri, þannig að ekki voga ykkur að skipta stöðum. FM 9 blöð með ykkur á þessum, fimmtudegi, Gasmaðurinn er farin úr húsinu og þetta er skemmtilegur strákur, ég fíla hann. Hann er að gera frábæra hluti. Það finnst sko, hann er svo rosalega feimin og svona þegar maður hittir hann, en hann er samt alveg kokki. Já, skilur, skrítinn blanda. Þegar þú litir svona út, þá verður þú frekar örgum með það, ekki? Já, ef þú getur þetta ekkert. Það er mjög þægilegt ef þú veist að það eru fáið sem geta barið þig. Maður verður með ágætið sjálfstöld á dæminu. Það er rosalega brúnkukremslikt hérna inni. Ég veit það. Þurfum eiginlega svona að ræsta hérna út. Já, það er út að sástu hvernig hann lítur út. Já, hann er glæsilegur. Þeir dökkur maður. Hann er glæsilegur. Já, hann ég var að spara þú ert nú svona íþróttaspekulant, Hjörvar, meira kannski fótboltasérfræðingur. Ok. Já, nú er NBA, það er lockout. Það er lock-out, en þú kallaður daginn lock-up. Já, lock-up. Þeir eru ekki að spila og ég var að glugga hérna á netinu að það eru nokkri körfuboltamenn sem hafa orðið gjaldþrota eftir að hætta að spila og það er verið að benda á að svona menn séu ekkert öryggi þó að séu að þérna 12 milljarða á ferlinum. Já, ég meina, hversu sorglegt er það Scottie Pippen séu orðin gjaldþrota. Scottie Pippen er það gjaldþrota, sko, hann var næstu farin að spila fyrir eitthvað bumbulið káir hérna einhvern einn körfuboltaleikum hérna í góðarinu. Já, hann var næstu búin að selja einn hringinn sinn. Sem sagt, svona NBA Championship ring. Svo eru fleiri sem hafa orðið gjaldþrota og mér varst mjög gaman að lesa til dæmis hérna um hann Antoine Walker sem vann titilinn með Miami Heat. Já, þreytandi ná ekki. Það gladdi þið að sjá það að hann var í gjaldþrota. Nei, mér varst fyndið okkur það var vegna spilafíknar. Reyndar að vesna það að hann var að hanga með Michael Jordan og ef þú ert að hanga með Michael Jordan og hann er ekki að borga alla reikningana þá ertu game over. Já, ég veit það. Hann náttúrulega, Jordan í dag er að græða meira en hann var að spila. Bara út af vörumerkinu er Jordan. Já, þessi menn hafa ekkert verið að lenda í því. Nei, þú ert ekki að hanga með svona gæðum. Já, svo er hérna Latrell Sprewell, hann þérnaði 12 milljarða á ferlinum. Hann er gjaldþrota í dag og svo daginn, sem sagt fyrir 4 árum síðan, þá bauðst honum að spila með Minnesota Timberwolves og honum var boðinn 3 ára samningur upp á 3,5 milljarða en hann neitaði því að upphæðin var ekki nógu há, hann þyrfti að sjá fyrir fjölskyldu sinni. Hann hefur ekki spilað síðan, þannig að hann hefði kannski bara átt að taka þessa 3 milljarða og stinga af. Svo hérna, náttúrulega Kenny Anderson lendir í því að skilja þrisvar. Já. Það er þreytt, sko. Það er hart þannig í Bandaríkjunum þegar konan tekur helminginn að þið, sko. Já, það er allstaðar held ég hart, sko. Ég meina, Gerhard Schröder fyrirverandi kanslari Þýskalands, hann giftið sér 4 sinum, veist hvað hann var kallaður? Nei. Átímaðurinn, að þau með 4 hringa. Það er aldrei nafn. Og svo hérna var Derek Coleman, fyrirlungurinn. Hann var já, ég fílaði hann nú alveg. Hann var mjög þreytt, ég reynda að safnaði honum, sko. Já, ég NBA körfuboltamyndunum. Já, ég reynda að safnaði Kenny Anderson, þú minnist að það. Já, ég vildi ekki safna Jordan, þeir voru allir að safna honum. Ég safnaði Bird, Rodman og Derek Coleman. Það var náttúrulega mjög gott ef þú egnaði sjálfgefa Jordan-mynd. Þú gætt fengið svo mikið fyrir hann ef þú varst ekki að safna hann sjálfur. Það var allir að safna hann. Sko, gætt maður oft tekið svona litla gæja og pakka þeim saman í öllum bítum. Myndi ljúga þessi, kannski, þetta var kannski 3 vita limmiði, gjörsanlega verðlaug, sko, tók kannski 100 myndir fyrir það, sko. Ég reyndar var það mikill höstlar á Sauðárkróki að ég fekk 2 mæður á mig.
brjálar. Þið farið illa með 2 stráka. Einn heitir Kiddi Turbo kallar og býr ennþá að segja okkur ekki. Mamma hans kom heim til mín þar sem að vinir hans hafði sagt honum að hann hafði verið illa höstlar af blöðmanninum í körfuboltabítum. Ég stál ekki á honum, en ég bara fór illa með hann í bítum. En talandu Svalamenn, við erum að tala við kóngin í Breiðholtinu, Papp Mamadou Faye, maður sem hélt leiknu upp í sumar. Hann ætlar að tala við okkur kynþáttahorfdóma í fótboltanum. Hann er næstur á dagskrá. Settu ykkur gott lag. Helst eitthvað rapp eða eitthvað. Áttu ykkur þannig? Já, sko, þú ert full seint að biðja það núna. Hvort viltu fá Without You með David Guetta og Usher eða Always Gonna Be There með John Johnson? Usher. Ok, Jón Jónsson. Usher. Býtu, þá þarf ég að íta á delete hérna. Svona, þetta er próf hjá okkur og svo held ég þurfa bara að íta á þennan taka. Hanna. Usher. Ég læra á takkana hérna. I am lost, I am vain, I will never be the same without you. Without you, without you, without you, without you. Magasín á FM 957. Brynjar Már, Erna Hrönn og Þórhallur. Nú veit ég ekkert þetta, ég ekki mikið að nota svona sjálfur, sko. Segir okkur það? Nei, ég nota alveg krem, skilur Magasín, alla virka mótna milli 7 og 10. Þá komið að því. Eldhúspartí FM 957 að hefjast að 9 í samstarfi við Carlsberg og Símann. En partíin verða haldin á Glumbar þetta árið. Fyrsta kvöldið verður næsta fimmtudag. Framkoma, Múkisson, Dikta, MC Gauti og Ingo. Sérstakur gestur verður rapparinn Immo. Við ætlum að gefa 4 manna borð sem innihalda ískalda Carlsberg og svo býður Glumbars upp á léttar veitingar. Kynnir á kvöldunum verður Þórhallur Þórhalls úr morgunþættinum Magasín. Fylgstu með á FM 957 og komdu með í Eldhúspartí í boði Carlsberg og Símans. Blade fullbúinn Android sími á frábæru verði. Síminn. Þetta kallar á Carlsberg. Heineken Star Party á Café Olivers næstkomandi laugardagskvöld. Ofursveitin Agent Fresco stígur á stokk. Og ískaldur grænn á flottu tilboði allt kvöldið. Allt í boði Heineken. Dekkjahöllin með dekk á betra verði undir bílinn í dag. Dekkjahöllin Akureyri, Egilsstöðum og Skeifunni 5. Sími 581 3002. Becks kynir Skúrin á Rás 2 live á Gaukastöng á 50-dagskvöldið. Framkoma Jimi Hendrix Project, Sing For Me Sandra, Lucida og Wicked Strangers. Frítt inn, nánari upplýsingar á gaukarastöng.is. Lóa Kropp, ómissandi, brakandi snillt. Forever 21 á outfit.is. Allt í steik. Ekki missa af nýja steikasalatin okkar. American Style. Hraðpenningar.is. Tíminn núna. Mundu þessi Pop Secret skilaboð. Engin transvita. Pop Secret. Poppið í bláakossunum. Langar þig í bananasplitt. Ísbúðin, háletisbrönd. Kjóladagar í Oasis. 20% afsláttur af öllum kjólum aðeins frá 5. degi til sunnudags. Oasis Krífunni, Oasis Smáralind. Dr. Dillon og Viking kynna Rockquiz á 50. Rockquiz byrja klukkan 21 á annarri hæð á Dillon. Frýtt skot fylgir öllum drykkjum til miðnættis. Minni birta, meiri milljónir. Nú stefnir lottopotturinn í 18 milljónir. Leyfðu þér smá lottó. Bertoni jakkafötin komin í hús. Herra Hafnarfjörður. Túborg kynnir. Það kreppukvöld á Bar 11 í kvöld. The Dandelion Seats treður upp og það auðvitað DJ í búrinu. Bjór á 450 krónur og skot á 450 krónur. Og frítt inn eins og alltaf. Túborg og Bar 11 fyrir fólki í landinu. Outfitters Nation FIFA mót fyrir alla á föstudaginn frá klukkan 4. Komdu og skráðu þig. Flottir vinningar í boði. Outfitters Nation Kringlunni. Reykjavík Rocks kynna eitt stærsta dubstep artista í heiminum í dag. Mount Eden og Sigur á NASA næstkomandi föstudagskvöld. Miðasala fer fram á Pizza Pronto og miði.is. Ekki láta þetta kvöld fram með að fara og skelltu því einum svellköldum Miller. Komdu og gerðu frábær kaup á grísakjöt í Krónunni. Grísagúllas og grísasnitsel á aðeins 1189 krónur kílóið. Krónan fyrst og fremst ódýr. Því það skiptir ekki máli. Í
kvöld á Kaffi Olivers. Bingo veðurguð og frábær tilboð á barnum. FM 95 Blö í boði. Vantaði lán? Það alltaf opið hjá okkur. Kredía.is. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. FM 95 Blö á FM 95. Já, ég vildi stundum ég væri með svona rödd FM 95 Blö. Og skemmtuleg þáttur í loftinu, Hjörvar Hafliðason eða Hjöppi K.A. er með mér hérna og það er komið að viðkvæmu máli í boltanum. Já, viðkvæmt og ekki viðkvæmt, það er auðvitað þekkja þetta allir og saman hvort þessu strákar að stelpur, það hafa verið allir hafa áhuga enska boltanum og alvöru fótbolta. Og Luis Suárez hefur verið kærður fyrir kynþáttafordóma í garð Patrice Evra, leikmanns Manchester United. Semst bara kærður, það er ekki búið að dæma neitt og hann er ennþá saklaus þangað til að sekta þessi sönnu. Já, en við vildum svona aðeins heyra hvernig þetta er líka hérna á Íslandi og við erum með algjörðan toppmann á línunni, kóngin í breiðholtinu, sjálfan Pape Mamadou Faye sem er upprunalega frá Senegal, er það ekki Pape? Jú. Hvenær fluttur þú eiginlega til Íslands? Þegar ég var 12 ára maður. Já, en samt eftir með svona grjótarða og góða íslensku. Hvað er þetta gamall í dag? Já, ég er 20 í dag. Já, maður læra tungumál náttúrulega betur þegar maður er ungur. En þrátt fyrir að setja ungur, þá er maður hörkur reynslu í meistaraflokki, búin að spila hérna einhver 4 sumur. Hvernig er þetta á Íslandi? Er þetta til staðar hérna á Íslandi? Svona fordómar? Já, ég get raunin ekkert sagt það beint, en jú, það hefur alveg komið fyrir og svona, en það er samt ekkert mikið samt með að við hinu löndum alltaf verið að segja. Já, hvernig náttúrulega þú spilaðir yngri flokkunum hérna á Íslandi, var það kannski verra yngri flokkunum hérna í meistaraflokki? Já, það var verra náttúrulega í yngri flokkunum, þá var sérstaklega í 4. flokki. Já. Þá var ég með Gulla sem er í Skotlandi núna, við vorum saman í fylki. Guðlaugur Páll Viktorsson, já. Já, og á sínum tíma Guðlaugur Viktor Pálsson, já. Á sínum tíma þá bara höfum við lent bara í einslega fordómum. Frá öðru leikmönnum þá líka og svona, eða bara áhorfendum? Já, þetta var aðalega bara frá foreldrum. Já, frá foreldrum, ok. Ég er svona eitthvað hvítt hyski á línunni, maður. Já. En sko Papp, ef maður er alveg sængjarn, þá finnst maður ömulegt að einhverju foreldrar og fólk sem stendur fyrir utan völlin er að segja eitthvað, en þú veist að inn á vellinum þá segja menn oft einhverja bölvaða vitleysu sem þeir dauðsjá eftir, eins og ef ég var að spila fótbolta við Ödda, þá myndi ég ábúinlega kalla hann sköllótta gerpið þitt eða eitthvað svona sko. Myndir þú svo sjá eftir því, þú ert alltaf að kalla með það? Já, en þú veist hvað við, þú meinar ekkert með því sem þú segir. Ég meina, hvernig horfir slíkt við þér ef eitthvað sagt er um leikmann sem að leikmaður segir við annan leikmann? Mér finnst samt alveg saman hvað eins og hann maðurinn fórsetið FIFA sagði. Sepp Blatter, já. Já, en inn á vellinum þá getur menn bara sagt ýmislegt, en til hvers samt að nóta rasismi, mér finnst það, ég skil það ekki, skilji, og get alveg, þetta mann er náttúrulega allt annað en að nota einhver svona fordóma, skilji, en þú veist, til dæmis bara alls, bara, þú getur bara sagt allt annað en að kalla manni, skilji, ennorðin eða eitthvað slikt, skilji. En hvernig er eins og utanvallar? Var við það eitthvað, þegar nú er nú ekki... Það er eins og við erum á Íslandi og það eru... Skólum og svona? Það eru margir sem vita ekkert hvað ennorðið þýðir, sko. Halda sem bara fyndi að kalla það? Já, það sem nota bara svona í tjóki og það er náttúrulega... tekið maður náttúrulega ekki inn á sér, en það er svona, oftast náttúrulega eru vinir minnir, bara, sérstaklega þegar þeir eru vinnfullir, þá geta ég bara sagt náttúrulega ýmislegt, en maður hlær bara á því, en að því fólk hér halda, sumir náttúrulega segja það náttúrulega upp á kúlunni, en sem er bara, en ég er ekki að segja náttúrulega að allir sveftingar sé þáttu með það, en sumir eins og vinir mínu getur alveg kallað með það á stundum og mér gæti ekki verið meira saman, en fótboltalega sé inn á villinu, þá var það svona, það var verri náttúrulega eins og að segja. Þetta var verri áður, þetta var verri í yngri flokkum heldur en í meistaraflokki. Já, aðalega foreldra, það finnst mér eitthvað steikt. Það er ógeðslegt. Já, það var, þetta var alveg þægilegt á þessum tíma, sko. En það er eiginlega, já, manni náttúrulega finnst þetta náttúrulega alveg glatað, en kannski aftur á þessu atviki milli Suárez og Evra, ef hann hefur sagt kannski, já, þetta fræga ennorð eða eitthvað slíkt, hver þætti þér að vera hæfileg refsing?
Sko, ég náttúrulega sjálfur, ég púllari sjálfur. Ég hata meira en allt Manchester United. En ég hef alltaf fíla Suárez bara. Þannig að þú ert á milli steins og sleggi í þessu? Þannig að þú ert á milli steins og sleggi í þessu máli, hjá Suárez og... Já, ég var svona ekkert að skipta mér neitt af þessu máli en það milli Suárez og Evra. Ég fílaði Evra, hann fættist í Senegal ofta það. Já, auðvitað. En hann í United og ég fílaði það ekkert. Þú skalt fara varlega. Það eru United meðlendir í stúdíónu. Já, ég ekki hræddur við þessi United menn. En sko, svo kom oft menn og vilja kannski, ég segja svona, þá í lagi að segja við rauðhærramann, þegiðu gulrótahausiðin eða eitthvað svoleiðis? Ætti það líka að vera bann? Eða ætti alls konar mismunum að vera bann eða er það bara gagnvart þessum hópi? Nei, mér finnst bara að það ætti bara að vera bannað allt, skilju. Það ætti bara að koma nýr banni sem segir bannað að stríða í fótbolta. Það væri svona betra. Algjörlega, sko. Fótbolta bara rugg. Þú talar góða íslensku, maður. Hvað ertu búin að búa hérna í 8 ár? Já, 7-8 ár. Já, maður frá Senegal. En kannski aðeins að sjálfum þér, papp, þú ert varst bjargaði Leiknir frá falli í sumar og varst besti maður þeirra, fullt að liðum að reyna að fá þig núna í Pepsi-deildinni. Já. Hvert serðu? Ég get ekki sagt það í beini, en það er alltaf eitthvað að gerast og máluðum fyrir að skýra svona á næstu dögum, þannig að vonandi. Þetta kemur alltaf. En svona fyrir utan fótbolta, papp, ertu ekki helviti góður? Jú, ég heldur góður maður. Ef maður bjarga Leikni frá falli, þá ekki allt hæsufellið eftir á dæminu? Nei, maður er svo ekkert að spá í mikið. Já, ég meina, þú ert náttúrulega mikill töffari og ég meina, þú ert öðruvís og litin allir hinni. Farið ekki nóga stelpum? Hreinskilni? Þetta er bara hreinskilni, þetta er bara FM 95 blöð, það er allir hreinskilni hérna. Maður fær alveg eitthvað, en það er alveg langt frá því, sko. Það er Það er ekki að fara að taugum að þú ert alveg helmyndalegur, það er alltaf að gerast hjá þér og svo verður orðin besti senterinn í deildinu á næsta ári. Ég svo þegar þá bara er markmiður bara að spila úrvalsdeildinni og ég tel mig bara að vera tilbúin í þetta og næst sumar þá ætti ég bara þá er ég bara sjálfur tilbúin í þetta. Já, fíla það. Ég trúa því og en þú ert sem sagt á því allir sem eru með svona viðbjóð inn á vellinum þeir eiga að fá bann og ekkert kjafta það. Já, það er bara beint bann, sko, finnst mér. Algjörlega. Bull og villesa. Þú getur alltaf að hugga það, þátturinn F95 blöð er laus við alla fordóma og rasisma. Já, nákvæmlega, það er bara þannig. Farðu vel með pappinn. Gaman að heyri þið, meistari. Ok, bye. Hann var pínu feiminn þegar við fórum að ræða við hann hvernig gekk með skauðsendar. Já, ég er drungustrákur, þetta er bara þetta er flottur náðingi, hann er alltaf slegið gegn alltaf í viðtölum ákala hreinskilinn og góða náðingi. Já, virkaði vel á mig. Herðu, fáum skemmtilegt lag. Hvað, That One Night Got Away með Katy Perry? Nei. Jú, hættu sjörar. Flott lag að koma hérna, Katy Perry. The One Night Got Away. Það eiga örugglega margir hlustendur, eitt slíkan, eða slíka. Hvernig sem að slapp frá þeim. Förum ekki meir út í það. Það er komið að nýjum dagskrárlið við Hjöppi. Við erum að leika okkur svolítið með nýja dagskrárlið. Það er, ég hef með þess að spurður á Facebook á Hjöppi, hvað varðu umferðarhjöppa? Hann sló rækilega í gegn. Nei, hann sló kannski ekki rækilega í gegn. Ég verð að viðurkenna þá konunglegu skitu og þegar maður skítur á sig þá þarf maður að viðurkenna. Já, þið ákveðum að korka umferðarhjöppa. Já, ÁTVR-hjöppi var líka korkaður en ÁTVR-hjöppi var fýtt, sko. Já. En vandamáli með að fara að tala við fólk sem er að fara í ÁTVR, það er ekkert að stoppa. Nei, það lappa bara inn, það skamma sín svo mikið fyrir að vera að inni. Sem það þarf ekki að gera. Þú veist hvað, það er eins og allir verið að kópa kókain eða heroin að inni. Þú veist, þú dóttir bara eitthvað dílerspæli þarna. Ég meina, það er svona meðal innkoma mannsinn í ÁTVR er svona 80 sekúndur. Já, það er samt, eins og ég segi, það er ekki til að skamma sín fyrir að fara í ÁTVR á 50 degi og vesla sér hans fyrir helgina. Hálka þarna, skoða bjórana, svona, hei, býtu, frá hvað er landið þessi? Já, hvað er þessi í prósentum? En við fengum ekki þau viðbröð sem við vildum við því, en við sjáum til. Það er aldrei að vitunum að hendum í annan áfengishjöpa en ég held að umferðarhjöpi sér dáinn. ÁTVR, rólegur, áfengis, hvaðan kom þetta? Hvað? ÁTVR? Hittir það ekki alltaf, það er vínbúðin, skiptir ekki máli. Það er komið að nýjum dagskrárlið hins vegar sem ég vona verði nú, skemmtilegri en umferðarhjöpi. Og það er töðhornið. Veistu hvað, það er komið tími til að hlustendur FM 95 fá aðeins á röfla, ekki bara hringja og fá bíómiða eitthvað sliðis. Þetta er að töða, fullt sem er að ángra þetta fólk
og það verður gaman að heyri í einhverju sem að röfli yfir einhverju. Já, þannig að, ok, sko, það gló allar línur, að nú erum að gera hringi 511-0957, en nú erum við ekki að gefa á eldhúspartíi í kvöld heldur, þetta svona hjá mörgum útastöðum. Ég fór samt að veðja að fyrsti gæðin sem við tökum á línuna, það ekki að miða? Já, við skulum, gefum hlustendum okkur smá kredit. Þetta tuðhornið, þannig að nú þurfum við að hringja eða þurfum að tuða yfir einhverju. Við ætlum að ímynda okkur við séum út að saga í smá stund. FM 95 Blöð, velkomin í tuðhornið. Yes, takk fyrir að svara mér. Hvað segirðu? Ég er fint, ég ætla að ringja á þann, þess að fara að gefa miða á okkar dröð. Ok. Ég er nefnilega, mér finnst það óslega fyndið þáttur og ég grönjaði einu svona hlátri þegar ég var að hlusta okkur, ég var að keyra. Ok, skemmtilegt. En það vantar aðeins upp á tónlistina. Já, ok. Er þetta byggt á iPodinu þínu, myndi? Hvað segirðu? Er þetta byggt á iPodinu hann þér, eða? Nei, ég er ekkert með puttan í tónlistinni hérna. Ok. En hvernig tónlist viltu? Bara aðeins meira svona eitthvað víst, þetta er eitthvað svo... Alltaf nýttir sér stendur alveg undir nakka útvarpi núna þegar þú ert í lögutinni. Ok, þannig að það sem þú ert að töða yfir er lélugur tónlistsmakkur auðvitað? Já. Þetta er góð punktur, Já. Takk kærlega fyrir þetta innlegg, þessi verður komið á framfæri. Ok, áttu óskalag sem ég get spilað fyrir það eftir? Nei, ég held ekki. Nei, ok. Þannig að þú vildi bara töða yfir einhverju og fannst þetta. Takk kærlega. Takk æðislega. Þarna fóstu með dagskrárliðin aftur niður með að biðja óskalag. Já, það er rétt þér, sorry. Það er bara að vera að töða. FN95 Blöð, töða the away. Já, átíðaferð því áfengis- og tóbaksverslun ríkisins. Já, nákvæmlega. Já. Og Þetta vita svona kalla mér. Hár rétt. Halda aðeins áfram að töða yfir einhverju. Ég hringdi yfir 300 sinnum í gær. Já. Niður á Thailand. Ok. Fullorðinn kall, hvað ertu gamall? Ég er 19 ára, þetta var fyrir kæristu mína. Ok, bjargaði fyrir hot þarna. Já. Þannig að þú ert að töða yfir því og þú hringt 300 sinnum í gær og ekki fengið með á Twilight. Já. Já, það er grjóthart töð. Já. Ekkert annað sem er að hrjá þig? Nei, ég er svo hamingisamur. Já. Klassi. Heyri, mestari. Leitar. Við viljum ekki hamingisamur fólk að línuna. FN95 Blöð, töðhornið. Gamli. Halló. Já, eitthvað húmóristinni græðunar í botni. FN95 Blöð, töðhornið. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ég ætla nú aðeins að töðu því að hverju er ekki að gefa mið á eldhúspartíi. Nákvæmlega, Hjöppi vildi strax lögga honum og sjá FN95 Blöð, töðhornið. Hvað er að gerast hérna? FN95 Blöð, töðhornið. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Þessi með líka með töðuröddina, hvað heitir við? Ég ætla að töðu yfir svo gaur sem var að töða hann í rétt á hann. Já, ok, góðum að væla yfir, ég verð að fá ekki miða á Twilight, sko. Þetta er alveg, fyrir utan að þetta sé sorglegasta mynd bara sem til þá er bara gefið mála að þú fáir ekki miða, þú ert að hringja inn á einhverju útástöð. Það er líka erfitt að vera orðin hálf fullorðinn kallmaður og vera að keppa við úlingstúlkur sem er að hringja á 6 símum í senn, sko. Já, og glætan að hann hafi verið eitthvað, þú veist, að reyna að vera að fá þetta fyrir kæru sinna. Já, þetta er náttúrulega lílegasta trikk í heimi, sko. Þetta er eins og gæðinni þeirra að mæti Adam og Evu og eru alltaf að kaupa ykkur gríngjafir, sko. Já, einmitt. Ég er bara að kaupa þetta fyrir félagum og svona myndir. Það er smá ammali í gangi, vinkona mínu ammali, við ætla aðeins að gríni í henni. Líka Já, er það þess vegna sem þú ert að fara að kaupa strappan alltaf konuna? Já, líka þú finnur eitthvað svona skrítið ras á einhverjum skrítnum stöðum, þá spyrir maður oft að maður á einhvern vinn sem er læknir. Ég herði félagið mér var að lendi því að hann er með eitthvað svona útbrot þarna niðri, hvað geti það verið? Maður segir aldrei að þetta sé maður sjálfur. Þannig að hann var að nota þarna klassíska línu þessi strákur. Já, en svo langar mér að tuða líka yfir einu. Já, endilega. Auðvitað, sko. Já. Ok. Já, það er tvennu. Það er bíliðin auðvitað. Þú þarf nú að fara að skipta bíl. Þetta er alveg fæðilegt. Tala með Audi? Þetta er Audi. Og á hvernig bíl helst það var á? Ég held að hann væri á ógeðslega Hyundai Coupe. Nei, það var 97 til 2002 maður. Hann er farinn. Já, ok, þú fær kredit fyrir það. Ok, og hvað var hitt? Og mér langar að tuða við Gilf. Ok, endilega, hvað er með það? Sá maður á bara ekki að vera í útvarpi. Það er bara miður, bara með fullri virðingu fyrir þessum manni, sko. Hann bara kannski ekki drengur. Já, þetta er Hjöppi spennist allur þegar hann byrjar að tuða Gilf. Ég finnst hann ganga of langt. Já, þú veist, ekki kannski of langt, en... Hann veit ekki hvað á að stoppa. Hann hefur bara ekki þennan, þú veist... Þennan þröskuld, sko. Nei, það vantar þröskuldin. Ótrúlega frábært og fyndið að vera grófur, skilur, en... Svo með þess að þreytandi, skerandi rödd. Það er til full mikið að því, þú.
Já, þannig að þá ertu búin að tuða, þakka að kjalla yfir þetta bestari. Egil verður ekki ánægður með þig, en viltu taka einn enn hjöpið eða segja þetta gott í tuðanum? Ef það sé ykkur alvöru tuðar að núti, sko. Þetta verður alvöru rögl. Ef þetta er ekki alvöru tuð, þá skellum við á. Við skulum gefa einhverjum einum hlustanda viðbútt einu smá séns. FN9 með blöð tuðhóttni. Já, halló. Já, blessaður. Hvað heitir þú? Ég heiti Hjörleifur. Já, blessaður. Ég finnst leiðilegt þegar ég í umferðinni. Núna var ég að keyra heim. Já. Og þreyttur vinnunni og trafíkin alveg svoleiðis. Já, ég skil þig. Já, það er alltaf gaman að tuða yfir trafík. Mér svo leiðilegt þegar ég kem inn á Hringtorg og það ekki verið að gefa stefnuljós út af. Já, nákvæmlega. Þetta er frábær punktur. Það er allt og sjálfgeft. Þetta er sko, ég var mjög ánægður með það þegar í sumar þegar lögreglan var að taka á þessum hlutum. Já, ég er ánægður með þetta hérna. Þeir voru að gefa stefnuljós og þeir sem voru ekki að gefa stefnuljós, þeir voru bara stoppaðir og það var 10.000 kall eða eitthvað svipað, sko. Auðvitað, þá að gefa stefnuljós úr Hringtorgi. Já. Glæsilegt. Gott tuð. Þetta var fínt tuð hjá þér. Það er annað sem ég langar líka að benda á. Ok. Það er að maður er að kaupa sér mjólk í búð. Þá ánáttúrulega nýjasta, hún ánáttúrulega að vera fremst. Já. Já, ég er sammála þessu. Maður vill ekki kaupa einhverja gamlar vörur. Segðu. Ég veistu hvað, ég held að þú sett efni í einhvern besta tuðara sem við fengið, sem við eigum bara. Þvílíkt ánægð með þér, þú ert ungur og efnilegur. Ég er að róta ykkur fyrir frábæna þá. Takk að það, gaman að heyra. Þetta er allra aldursflokka. Það er gott að heyra. Farðu vel með þið, þú hérna og keyrðu varlega. Já. Takk aðeins að vera í þessu símtali. Þá er þessu tuðhóttni lokið, Hjörvar. Er þetta eitthvað sem við endurtökum næsta fimmtag? Hvernig fannst þér? Algjörlega, það er komið tími til að hlustendur FM957 fá aðeins að tuða, ekki bara vinna bíómiða og borð, og það sé náttúrulega auðvitað stórkostlegt. Þá er líka fínt að létta aðeins af sér. Og talandi að vinna miða eða borð, þá ætlum við að gefa hérna á eftir fleiri miða á þetta eldhúspartí sem er í kvöld. Það er Múkisson, það er MC Gauti sem ammali og það er Dikta. Að gera að hringja okkur eftir, skulum fá smá auglýsingar. Skór.is, netverslun og FM957 ætla að bjóða þér að skóa þig upp fyrir veturinn. Við ætlum ekki að gefa þér eitt skópar. Nei, við ætlum að gefa þér skópar fyrir hvern dag vikunar. Farðu inn á Facebook síðu FM957, fyndu skór.is leikinn og skráðu þig með netfangi og símanúmeri. Þeir heppni hlustendur verða síðan dregnir út og fá skópar fyrir alla daga vikunar. Sem sagt, 7 skópur. Dreigið út 11. og 18. nóvember í þætti Heiðars Austmanns. FM957 og skór.is netverslun. 16 bátum mánaðarins og kók á 790. Hlöllabátar. Gaukur og Stöng, föstudagskvöld. Shogun, Endless Dark, Trust the Lies. Nánari upplýsingar á gaukurostöng.is. Ekki spyrja. Ég bara neittist þess að fresta skoðun. Þú trúir þessu ekki, ég ætlaði að prenta út kort að því hvað þetta er, en það festist í prentarannum. Og síðan sprakk dekk á bílnum hjá viðgerðarmanninum sem ætlaði að laga prentarann, þú veist, og hann kom ekki fyrir hann rétt fyrir lokun og þá spýttust út svo mörg blöð út úr prentarannum að ég fann ekki blaðið. En ég fer á morgun. Eða í síðasta lagi á hinn. Eða hinn. Ekki koma með afsakanir. Komdu bara með bílinn í skoðun og þú getur unnið 200 lítra af eldsneyti. Við draugum 2 í mánuði. Aðalskoðun. Kafbátur mánaðarins á Subway er BMT, aðeins 399 krónur. Subway, alltaf fest. Og við skulum slaka vel á. Látum þessa ljúfu heilunatóna líða viðtækið og leyfum stressinu að leka út hátalarana. Og andinn ljósið. Dekraðu í útvarpið þitt með rafmagninu frá okkur. Orkusalan. Við seljum rafmagn. Því það skiptir ekki máli. Í kvöld á Kaffi Olivers. Bingo veðurguð og frábær tilboð á barnum. Bertóni jakkafötin eru komin í hús. Herra Hafnarfjörður. Heineken Star Party á Kaffi Olivers næstkomandi laugardagskvöld. Ofursveitin Agent Fresco stígur á stokk. Og ískaldur grænn á flottu tilboði allt kvöldið. Allt í boði Heineken.
Mörgum finnst að vera þess virði að keyra auka vegalengd eftir besta kaffinu í bænum ef ódýrasta eða besta bensínið fæst á sama stað, hvar sem það nú er. Stöðin, kaffi og grill við Valdar, Orku og Sjálfstöðvar. Dr. Dillon og Viking kynna Rockquiz á 50. Rockquizi byrja klukkan 21 á annarri hæð á Dillon. Frítskot fylgir öllum drykkjum til miðnættis. FM 95 Blö er í boði. Þú getur sótt lán hvenær sem er. Kredia.is. Þið eruð að hlusta á FM 95 Blö á þessum 50 degi fyrir ykkur sem voru að spáði herðu hvað er í útvarpinu akkurat núna. Kannski einhverju nýsestir inn í bíl og voru að hugsa með sér, er Rikki G í útsendingu eða hver er eiginlega í útsendingu? Þetta er FM 95 Blö. En 95 Blö, má ég röflegur einu, ég sagði óvart á hann hérna Guðlaugur Páll Viktorsson og hann heitir að sjálfsögðu Guðlaugur Viktor Pálsson. Já, ok. En hvernig er það búið að baka þið? Nei, hann var að hvert yfir sjálfur og ég byggðist hann innilega afsökunar á því. En hérna, þetta er svo erfitt í dag. Það heita allir orðið 3 nöfnum. Já. Þú þetta nett þegar allir heitir bara 2 nöfnum. Ég hef alltaf heitið 3 nöfnum, samt eða heitið bara Auðun Blöndal. Já, þú ert Auðun Blöndal Kristjánsson. Já. En ég meina, þú veist, Arnór Guðjónsson, Ásgeir Sigurvinsson, þú veist, þetta þriggjanafnasystem, það er alveg gjössanlega ruglað mér. Er það að fokka þér upp? Það er að fokka mér upp, sko. Já. Þú veist, í Breitlandi, þú veist, Frank Lampard heitir alveg 7 nöfnum ábyggilega. Já, það er bara sagt Frank Lampard, sko. Ef þú ætlar að fara að taka inn líka eins og menn sem eru frá Senegal og öðrum svona Afríkuþjóðum, þá þarf það að negla upp einhverju 9 góðu nöfnum, sko. Brasilíumaður heitir kannski Dudu, en hann heitir, sko, í raun og veru 11 nöfnum. Já, Dudu. Peli hétt einhver fótboltana og Dudu er með boltan. Já, ég veit að þeir heita alltaf eitthvað svona, þeir fá alltaf að búa sér bara eitthvað töffnafn. Hvað myndir þú henda á bakið þér og mætti búa til eitthvað nafn? The Face. The Face? Sannlega hallast þetta nafn sem ég heyrst. The Face? Nei, ég veit ekki, þetta var bara, hvað myndi ég fá mér? Keimen eða? Hjöbi eða? Fabio, æðislegt. Ég er að fara að setja núna því hún var eitthvað að væla um aðan, eitthvað lög sem ég vildi spila. Herðu, svo er eitt sem ég verð að væla yfir. Áhverju ekki viðtalinn eina konur í þessum þætti? Finnst þetta allt og karlagur þáttur? Hún var náttúrulega hjá okkur ungur í Íslandi síðast þetta. Já, ætlar alltaf að benda okkur eitt gamalt til að réttlæta þetta. Alls ekki. Þú ert að stjórna þessu með mér hérna. Herðu, ég er að vinna heiðarlega vinnu til 4 daginn, svo mæti ég hingað. Þú preppar þetta og ég vil... Við preppum þennan þátt saman. Já, en ég vil á rífið aðeins í gang. Ég skal lofa því að vera kona þetta. Ég er líka með gestastjórnanda sem er kona næsta miðvikudag og ég ætla að vera duglegur að fá kvenfólki. Þú verður að fara að rífa í gang. Já, já, annars fer ég að tala við stelpunum og við sendum ykkur að grein og verðum að kvarta yfir. Hættu þessu, gerðu mér hann greiða. Ég hef það greiðan aðgang að Kastljósinu og Íslandi í dag að ángríns, ég myndi vera að rífðu þig í gang. Já, það er nóga kvenfólki. Það kom náttúrulega líka hérna til okkar maður aðan sem er nú að leita sér öðrum karlmönnum, þannig að þetta er svona næsti bæri við. Sko, ég meina, þetta er bara þreytandi. Ég kom með hugmynd með að koma hérna með samkynnaða mann. Er okkur þetta snappa með núna allt í hún? Þú er aldrei minnst á þetta, Hjörar. Allt í núna ertu brjálar að vera ekki kvenfólki hérna, alltaf að SMS. Bara sárnar þetta. Já, við líka og við ætlum að bæta úr þessu. Við frekar ræðum þetta svo menn hérna, heldur að fara að rífast um það. Fáðu annarkvæmt með konu eða hérna Asjubúa eða einhverju. Ég var að spá að setja þetta lag, herru, nú þarf þetta að hjálpa með að setja ekki þetta. Ég var að spá að setja lag sem er upprunalega með konu, en strákarnir hérna í Linkin Park eru búin að setja í sinnbúning. Þetta finnst mér flott lag. Hlæru, svo gefum við á eldhúspartí hérna rétt eftir. Klassi. Flott útgáfa, þetta eru Linkin Park með Adele-lagið. Herri, við sögðum áðan hérna Rolling in the Deep heitir lagið vist. Við sögðum áðan við ætlum að gefa hérna á eitthvað eldhúspartí. Við höfum bara ekki tími að klukkan á 6 og þátturinn er búinn. Klassi, það var að taka á því. Já, það er líka hérna kynlífsvilinn Rikki G er að labba hérna í stúdíóð á stuðbuxum og hver veit nema hann gefi fullt af miðum á eldhúspartí í kvöld. Auðvitað minn, ég má ekki vera þessu, ég þarf að vera að drífa minn í World Class. Er það farin í World Class? Já. Er það spaðir? Er ekki komið tíma að hætta hans í spaðin og fara að rífa hans í lóðin? Er ekki tími til að fá þetta hár? Ég get ekkert fengið með það bara eittur á því. Reif með einn Uniface eða? Hvað er þetta? Og blankur eða? Já, þetta kostar nokkra milljónir sko. Já, ég og nógum penning sko. Já, þú lána kallinn, ég setja með hár og við fyrir saman í ræktina. Ekki málið. Herru, takk fyrir daginn. Sjáumst á morgun, þá verða 2 harðir í FM 95 Blö. Ég ætla að enda þetta hérna á Runaway með Kanye West. Takk hérlega fyrir að hlusta í dag.